Svona einhvern veginn. Hamborgari, taka 1. Jæja, það engin overhead myndavél núna. Nei, byrju nú, ég að hlaupa undan mér. Gleðilegan 50-dag. Sáttur. Ok, ég hérna með... Byrju nú, ég man ekki hvað þetta heitir. Þessu... Taka... Veit ekki. 7, 8 held ég. 8. Gleðilegan 50-dag. Ég með hérna ribeye steikur sem ég ætla að skella í hamborgara. Af hverju vel ég ribeye? Það alveg frekar dýrt kjöt með að maður ætlar að grænda það niður, en það öll fitan. Það fitan hérna sem mun gera kjötið delicious. Ég ætla bara að biðja ykkur kannski bara í byrjun, svona, ef þið fílið þetta, þá megið alveg like að deila og share. Hérna niðri bara. Ok, cool. Hörru, þá bara að skera kjötið í svona litla bita. Ég klúraði því seinast. Gerði ég of stóra. Minnst að bara fara í minni. Svo er það næsta. Sjáu þið hérna, ég ætla að sýna ykkur kannski frekar hér. Sjáu þið hérna marbling. Marbling bling. Sjáu þetta. Fallegt. Ég með þykkari stútinn á, stærri stútinn á, ef þið eigið svoleiðis, þá finnst mér svolítið betra að vera með hann svolítið lausan í sér. Ég ætla ekki að setja neitt hegg eða neitt svoleiðis í þetta. Alveg að koma. Það var það bara að búa til hamborgarana. Þetta eru 600 gram af kjöti, þannig að þetta verður 200 gram af borgarar. Sjá, þetta ekki einn hérna. Herðu, þetta eru 3 jafnstórir boltar, að ég held. Svona einhvern veginn. Þeir eru málið að fletja þú út í róletum. Og það er góð hugmynd. Svo þau bölkast ekki upp eins og það gerist oft með svona hamborgara. Þá er gott að setja smá svona fletja út hérna svona. Svona, þið sjáu það kannski betur hérna. Sko, ég er búinn að kveiki í kólunum. Þeir sem eru að elda kólum kunnið ábúinlega kveika upp í kólum og þeir sem eru ekki elda á kólum eru ábúinlega elda á gaskalli. Þannig að fullkomin. Það er ekki gott allir. Þessa hamborgara ætla ég bara að krydda með salti. Skellum við þessu bara, snúum þessu við. Herðu, þá ætla ég að senda þetta yfir á Kristinn sem er hinum megin við eldinn, við það sem kólin eru, og hann ætlar að taka við. Sendum yfir til þín, Kristinn. Jú, takk fyrir það kærlega Kristinn, eða skal ég kalla þig Hakkara Kristinn. Hér erum við komin að grillinu og ætlum að sulta lauk. Það er bara eins einfalt og það er. Ólífuolía á pönnuna. Það er greinlega býsna hár hiti á þessu. Leyfa þess að malla þess þarna. Og í þennan hamborgara fer líka rabarbari.
Ég ætla að sulta hann líka. Þetta með pönnuna aðeins. Hendum þessum út á. Ásamt smá af vatni. Og leifum svo þessu tvennu bara að vinna svolítið með þetta. Svona hann inspíreraður af opnu samlokunum. Hérna dönsku opnu samlokunum. Þannig að ég ætla að vera með ég ætla að fara bara á svona brauð. Ég er mjög hrifinn af súrdegi. Einhvern veginn fer betri í magann á mér. Ásamt því þá verður Havarti ostur. Hérna fann ég annað fyrirtæki sem er ekki MS. Það heitir Biobú. Það eru lífrænar mjólkurvörur hérna. Og ég er alltaf mjög ánægður þegar ég sé eitthvað annað en hérna MS. Þetta, hann lyktar alveg yndislega þessi ostur. Ég vil helst bara fá bara hnaus þykkar sneiðar á þetta. Við erum að tala um eitthvað svona. Ég sjá þetta kannski betur hérna. Við erum að tala um eitthvað svona. Gott. Svo út í hennar rabarbara skellum við kannski svona teskeið af hunangi. Aðeins til þess að minnka sýruna í rabarbaranum. Svo það, held ég held punkturinn yfir ið. Appelsína. Ég veit ekki alveg hvað það kallast á fagmálinu, en það sem ég ætla að gera er að ég ætla að taka allt skinnið af. Og þá er ég ekki að tala um bara þetta hérna, heldur líka það sem gerir það þægilegt að borða appelsínu. Ég ætla að fara alveg hérna inn fyrir. Þið fagmenn kannski kommentið hérna fyrir neðan hvað þetta heitir sem ég er að gera. Ég efast þetta heitir bara flysja. Ég held að þetta sé nú eitthvað, það hlýtur að vera eitthvað fallegt orðið við það. Síðan sko sker ég hérna í, og svo hérna. Tekur bara þetta úr. Þetta er nefnilega besti parturinn af appelsínunni. Og verður alveg mjög fallegt líka. Ok, laukarnir eru alveg að vera tilbúin. Úr þessu. Það er allt og heitt. Tjús, heitti maður. Nú ætla ég að henda lauknum aðeins á. Og ég ætla að skella yfir þá balsamic vinegar. Og láta þetta karamelliserist aðeins hérna. Þá koma aðalstjörnurnar. Nú fer fitan að kissa steinana. Þetta heitir víst kol. Þá erum við sko að tala saman.
Svo loka ég hamborgarana þarna inni, þannig að osturinn nái að bráðna. Þannig að ég mynda svona hita hérna, svona hitadóm. Eða ég vona það allavega. Sjáðu mig. En hérna, ég ætla að smakka hérna. Þetta mætti taka smá meiri hunang. Og hvað ætli sé í gangi hérna undir núna? Osturinn að bráðna aðeins. Það sem ég að spá ég að gera núna er að ýta kólunum aðeins frá núna. Það er svona sumir þeirra allavega. Sjáu þið, núna eru borgararnir búin að sitja hérna í þessu. Ég ætla að taka þá bara af núna. Leyfa þeim að hvílast aðeins. Svona lítur þetta út núna. Svona í reiknum. Setjum þetta hérna fyrir ykkur. Og brauðin er alveg svaka flott. Hér er hitinn á þessu. Svo var ég til að taka bara grindina þessi burtu. Ég ætla aðeins að ná bara svaka hita í hérna laukinn og rabarbarann. Nú er það bara Bubbi byggir sko. Það sem ég vill helst er að fá hamborgarana beint ofan á brauðið. Ég vil sko að brauðið taki djús sem er að leka úr hamborgarana. Svo langar mér í bara svona, bara lítið kál, bara svona að því að mamma er að rækta þetta hérna í garðinum. Þá vildi ég endilega hafa svona smá kál. En ekki hafa kálið sko allt undir. Ef það er allt undir, þá sem sagt bara lekur það í kálið og kálið verður bara soggy. Næst ætla ég að setja smá af þessum lauk. Næst síðast en ekki síst. Ég ætla bara að setja lítið af hérna rabarbaranum. Hann getur verið svo súr en þessir tveir hérna, laukurinn og rabarbarinn, þeir ættu að vinna svolítið vel saman. Svo kemur appelsínan í rúsinu endanum. Flugurnar eru að drepa mömmu. Hún er svo svöng nefnilega. En hérna eru 3 hamborgarar mættir á svæðið. Ég ætla að gera eins og Völvi Snær sem er að gera. Svona, 3 hamborgarar. Ég ætla að smakka einn áður en þau hérna komast í hamborgara. Djúvill þetta hitt maður. Ég er náttúrulega að gleyma einu. Ég ætla að setja smá. Þetta er heimagjört. Þetta er hérna chipotle majónes. Farum við skreiðum. Nú er ég búinn að setja chipotle majónesið á. Ég klúraði því náttúrulega. En þá hefur borgarinn náð að kólna þess, þá get ég kannski tekið betri bit. Svo mörg bragð og það er skemmtilegt. Ég fíla þetta. Svo vona að þið fílið þetta líka. Og ef þið gerir það, myndið þá nenni að gera mig greiða að læka, deila og séra þessu. Það væri alveg bara geggjað. Takk fyrir að horfa aftur. Og við sjáumst á næsta fimmtudag. Nei, við sjáumst á næsta fimmtudag. Sjú!